Það ætla að halda áfram með þennan kosningaþátt hérna á N4 sem við tökum upp á Strikinu á Akureyri. Við höfum verið að ræða við fulltrúa stjórnmálaflokkana í norðaustur og norðvestur kjördæmi og nú komið að Sjálfstæðisflokknum. Við fengið til okkar hana Arnbjörgu Sveinsdóttur úr norðaustur kjördæmi og Harald Benediktsson úr norðvestur. Verið hjartanlega velkomin til okkar. Takk fyrir það. Já, takk hérlega. Nú það svo að flokkar eru sammála ýmislegt og ósammála annað eins og gengur. Ef þið horfið aðeins að stefnu Sjálfstæðisflokksins, hvað það svona sem greinir ykkur frá öðrum flokkum þegar kemur að byggðamálum? Og ég byrjar með. Já, byrja þú. Já, ég held að það sé nú kannski í grunninn bara sjálfstæðisstefnan sjálf. Við trúum á að ef við sköpum einstaklingnum það umhverfi og þann jarðveg að hann geti nýtt sinn kraft, sitt framtak, sína þekkingu og áhuga til athafna, að þá mun okkur ganga vel jafnt í málefnum út á landsbyggðinni eins og höfuðborgarsvæðinu. Það er svona í grunninn það sem mér finnst aðskilja Sjálfstæðisflokkinn frá öðrum að trúa á fólkið að það með réttum aðstæðum geti drifið hlutina áfram. Eru þið með einhverja sérstaka áætlun það, til dæmis hversu stór hluti á að vera í byggð af landinu eða sérstaka áhersla á að efla brothættar byggðir eða svoleiðis? Ég held að það sé náttúrulega alveg ljóst að við viljum hafa sem mest á landinu byggð og efla þá byggð sem fyrir er. Og það er auðvitað grundvallaratriði að við séum alltaf að reyna að vinna að því. Og bara lífskjör og þeir búsetuhættir sem að hafa verið að þeir fá að halda sínum striki en jafnframt að það sé færð nýsköpun og það sem gefin möguleiki á nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi á landsbyggðinni. Það auðvitað skiptir verulegu máli og auðvitað breyttu tíma og breyttu umhverfi að við ætlum unga fólkinu að koma tilbaka til okkar, að þá verða allir innviðir að vera í lagi, menntakerfi, heilbrigðiskerfi og það er auðvitað það sem við stöndum fyrir Sjálfstæðisflokkurinn að hafa innviðina trausta. Og þá eru tækifærin til staðar fyrir þá sem fyrir eru og jafnframt að unga fólkið okkar geti komið tilbaka. Það er bara megin stefið alltaf. Við undirbúning þessa þáttar þá heyrði ég í nokkrum sveitarstjórnarmönnum og ég nú að segja að þetta er rauninu við alla þannig að áhorfendur hlusta á mig endurtaka það en einhvers veginn þá var það svolítið svona samstíga í því að það væri ekki alveg nógu góð samskipti milli ríkis og sveitarfélaga og það væru meira átök og jafnvel upplifðu ríki og sveitarfélög sem andstæðinga frekar en samherja og töluðu þá náttúrulega sérstaklega að fjármagn fylgdi ekki flutningum verkefna frá ríki til sveitarfélaga. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að bæta þessi stöðu? Já, ég held að við séum mörgulítið rétt gagnrýni. Ég horfi allavega á hana, get vel hort á hana með þessum augum sem að þú ert að endurspegla hér. Það urðu tímamót í vor eða í seinni partinn í vetur þegar við samþykktum ný fjárreiðulög fyrir ríkið eða fyrir ríkisreksturinn sem að einmitt er að taka utan þessi samskipti. Það er að segja, nú þurfa ríkisvaldið og sveitarstjórnarstigið að koma sér saman fjármálastefnuna og gerum það sérstakt samkomulag. Þannig að ég held að við stöndum raun og veru alveg frammi fyrir nýju tímum í þeim efnum og miklum tímamóti núna. Ég er mjög bjartsýnn á að þessi samskipti þroskist hratt og vel. Nú ert þú að stefna aftur á þing. Já. Ótrúlegt en satt. Sérðu þetta fyrir sem eitthvað sem þarf að bæta, þessi samskipti ríkis og sveitarfélaga, þegar þú stígur svona aðeins út úr stjórnmálunum tímabundið? Já, ég steig nú tilbaka í sveitarstjórnarmálin, þannig að ég hef verið þeim megin núna í töluverðan tíma og þetta er alveg rétt sem Haraldur segir, það hafa verið svona, togstreita, getum við kannski sagt, en það eru svona ákveðin ferli í gangi til að breyta þessu. Það eru nefndir sem starfa sem eru með Sambandi íslenskra sveitarfélaga og ráðherranefnd sem sameinast til þess að ná niðurstöðu ákveðin mál og það eru náttúrulega hafa verið svona ýmis verkefni núna sem hafa verið unnin saman með ríki og sveitarfélögum þar sem menn hafa verið að ná góðum samningum. En þetta er ábyggilega alltaf viðvarandi verkefni því að það er bara í mannlegu eðli, menn reyna alltaf að toga til sín þar sem menn halda að menn eigi rétt á að stjórnast í og þannig er það bara og við verðum alltaf að taka mið af því öllu samskiptum okkar
mennirnir. En svo þessi verkaskipting milli ríkis og sveitarfélaga, nú er sveitarfélagin að sjá ýmis mál og grunnþjónustu á ýmsum sviðum. Teljið að þessi verkaskipting eins og er í dag sé heppileg, myndu vilja draga úr verkefnum sveitarfélaga eða auka? Ég held að sé nú almennt að menn vilji nú auka þau sko og þar sem að það er hagkvæmt því að öll sú þjónusta sem að hægt er að veita nær fólkinu, hún er auðvitað betur staðsett hjá sveitarfélagunum heldur en í ríkinu. Þar sem að auðvitað miðlæga apparatið er í Reykjavík til dæmis, ef við horfum á okkur sem landsbyggðarfólkið sko, að þá er auðvitað betra að fá verkefnin heim í hérað og það séu sveitarstjórnarmenn sem hafi þau að segja. En það er alveg hárrétt að þessum verkefnum, þegar verið að flytja þau til, er algjörlega nauðsynlegt að það fylgi það fjármagn sem til er ætlast til þess að sé hægt að reka málaflokkana. Þar virðist vera bara ósammála ríkið og sveitarfélögin hversu mikið það þarf að vera. Sveitarfélögin virðast kannski verða gjarnar á því að vilja hafa enn betri þjónustu heldur en kannski fjármagn ríkisins gerir ráð fyrir. Já, það er líka alveg eðlilegt að eftir að þjónustan er færð í nærsamfélagið að þá verður auðvitað krafan sterkari það er auðveldara að nálgast sveitarstjórnarmenn til þess að setja fram sína kröfur ef við horfum á þetta frá sjónarhorni íbúanna og auðvitað er það svo að fólk vill alltaf fá bætta þjónustu og við sem stjórnmálamenn verðum að bregðast við því með skynsamlegum hætti og þess vegna er auðvitað í allri samningagerð þegar verið að flytja verkefni frá ríki til sveitarfélaga verður auðvitað að taka mið á þessum veruleika og reyna að ná bara samningum sem halda, sem ná utan verkefni. Hvert er verkefni í raun og veru sem er verið að flytja og það sé þá náðu utan það fjárhagslega. Ég held ég bara má aðeins fylgjast eftir afbreytingu sem kom nákvæmlega í restina hérna inn á það að það sem þá skiptir líka máli ef við römmum vel til hvers er ætlast. Hvað ætlum við að fá út úr þessu? Þannig að við séum skýra stefnu það, við fluttum verkefni hverju á sveitarfélagi að sinna hvað fólki rétt á ef við getum orðað. Til þess að þjónustan verði það ekki. Til þess að verði ekki deilur það. Kannski eitthvað sem hefur verið ábóta vant svolítið. Það má alveg bæta. Við ætlum að vinda okkur í hraðaspurningar. Vindum okkur í hraðaspurningar. Uppáhaldsliðin okkar. Já, þetta er langskemmtilegasti liður hjá okkur. Það eru hraðaspurningarnar. Ég ætla að bera upp hérna 12 spurningar og þið svarið með spjöldunum ykkar já eða nei og gera ykkar allra besta til þess að hafa jáið fram. Hafið þetta bara í sikkurri hendinni, þannig að þá eru þið fljóta að lyfta upp öðru. Þið sjáu að þið, þú veist nú reynda með neyið í þessari hendi, kannski. Já, svona, glæsilegt. Eru þið klár? Já, eins og hægt er. Og byrjum við núna. Myndu þú beita þig fyrir því að ríkið finni leiðir til að niðurgreiða innanlandsflug? Myndu þú beita þig fyrir fækkun sveitarfélaga á Íslandi? Telur þú að allir Íslendingar eigi að hafa jafn aðgengi að heilbrigðisþjónustu? Myndu þú beita þig fyrir því að orka sé nýtt einungis á því svæði sem hún er framleidd? Viltu að sveitarstjórnir hafi óskorað ákvörðunarvald í skipulagsmálum? Myndu þú beita þig fyrir því að fjölgun ferðamanna verði dreifðari allt land? Á flugvöllurinn að vera áfram í Vatnsmýrinni? Myndu þú beita þig fyrir því að háhraðatenging sé möguleg öllum íbúum landsins? Telur þú að hækka þurfi styrki til landbúnaðar á Íslandi? Á atkvæðavægi að vera jafnt milli allra landsmanna? Myndu þú beita þig fyrir eflingu háskóla utan höfuðborgarsvæðisins? Og telur þú að breyta þurfi kvótakerfinu í grundvallaratriðin? Jæja, hvernig kom þetta út hjá okkur? Gekk þetta ekki vel? Þetta gekk bara ekki að þetta er volandi. Útskýra það sitt sem stað, sko. Já, en það er tækifæri til þess. Þið voru nokkuð sammála. Hvað er svona helst þú myndir vilja útskýra? Já, byrju, ef við rennum við lista. Ef við til dæmis förum bara, eigum við að hækka styrki til landbúnaðar? Já, ok, við skulum hérna, ég held að ég geti bæði svarað já og nei. Ég er talsmaður þess að við og hef einmitt beitt mig fyrir því núna við afgreiðslu búvörusamninga. Við tökum svolítið og rýnum núna til hvers erum við að þessu, hvernig ætlum við að gera þetta, hvernig getum við reist þetta í lengri tíma. Og það þarf ekki endilega því það hærri styrki, en það getur þýtt samt betri afkomu bæði neytendur og bænda ef við rýnum okkur til gagns. Ef við tökum aðeins háhraðatenginguna, þetta er gríðarlegt hagsmunamál, háhraðatenging og ekki síst í dreifðari byggðum landsins þar sem að fólk er að reka fyrirtæki sín, hvort sem það er í landbúnaði eða sjávarútvegi. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur? Eru þið með tímaplan? Eru þið með áætlun? Hvernig á að gera þetta og hvað á þetta að taka langa tíma?
Þú hittir akkurat að rétta mannin sem að bjóð til þetta plan sem við erum með nú í gangi. Já, við erum ekki með áætlun, við erum með lausnina. Það er ekki Og planið er tilbúið, við munum klára þetta 2021, 2020, 2021, við skulum ekki binda okkur nákvæmlega í dagsetningu þeim efnum. En ég ætla bara að segja að það er ekkert eitt byggðamál, ekkert eitt úrbótaverkefni sem ég brýnt að við klárum og þegar ég segja að við klárum 2020-2021 þá er það vonum seinna. En við sjáum líka, og nú langar mér svolítið að tala um þá sem eru komnir með úrbætur í þessum efnum og hvernig heimurinn er að breytast á þeim eða hvernig bara landslagið er að breytast því að ég var á fundi núna á föstudaginn, svolítið mikið af fundum núna. Hitti sveitarstjórnarmann sem er búinn að vinna úrbótum í sínu sveitarfélagi og hann sagði ég veit alveg að fólkið voru álent með neti og allt það en ég bjóst ekki við þessari skriðu fyrirspurna fjárfestingatækifæri af því að það komið netsamband. Ég segi nefnilega stundum með þetta Ísland ljósverkefni okkar sem við Arnbjörg unnum að og höfum unnið það saman líka að það færir okkur einhver tækifæri sem við ekki hugmyndum hvað eru. Eitt það var tölvöld talað það á sínum tíma að tala störf án staðsetningar, einmitt í tengslum við þá háhraðatengingar. Hafið þið velt þessu fyrir ykkur og gæti ríkið farið af stað með að sínu frumkvæði með því að gera störf hjá ríkinu þannig að þau séu auglýst án staðsetningar? Já, það hefur nú reyndar einhverjum hætti verið gert svona annað slagið en ég held að það sé greiðalegt tækifæri þessu og við vorum einmitt að halda fund Sambands sveitarfélaga á Austurlandi núna helgina og þar var þetta einmitt áherslu á atriði að ríkið myndi gera þetta því að tækifærin eru náttúrulega augljós í þessu efni og það eru nú þegar hjá ríkinu starfandi fólk sem gerir þetta, sem er bara allt annað staðar í heldur en í einhverjum höfuðstöðum en líka hjá einkafyrirtækjum og mér finnst þetta, ég kem nú frá Seyðisfirði og þar er fólk sem starfar svona sem býr á Seyðisfirði en er að starfa fyrir fyrirtæki annar staðar á landinu og jafnvel erlend fyrirtæki. Þannig að þetta er algjörlega möguleiki og ég held að þetta sé framtíðin svolítið hjá okkur. En eins og Haraldur nefnir að þetta er bara forsenda alls að við fáum ljóslegara tengingar almennilegar allt land, sko. Annað mikilvægt mál, það náttúrulega samgöngumálin. Ég sá þið greiddu í bæði atkvæði að niðurgreiða innanlandsflug. Komið í bæði úr Sjálfstæðisflokknum sem myndi nú teljast kannski hægra megin við miðju og einhver myndi nú finnast það sérkennilega kannski afstaða hjá hægriðsinnum flokki að ríkið myndi stíga slík skrefin á þann markað. Sáuð þið ykkur fyrir ykkur að þetta verði raunhæfur kostur á næsta kjörtímabili að ríkið stígi stærri skref inn í þennan markað til þess að gera flug að mögulegum samgöngumáta milli höfuðborgar og landsbyggðar? Ég held að það sé augljóst að við verðum að gera það með einhverjum hætti. Við erum nú þegar að niðurgreiða landsamgöngurnar, strætóin og ég meina þetta er bara einn partur af almenningssamgöngum innanlandsflugið og það er kannski svolítið erfitt fyrir þá sem að búa á höfuðborgarsvæðinu að skilja það en til dæmis fyrir okkur á Austurlandi er þetta bara þetta er bara okkar almenningssamgöngur innanlandsflugið og það er náttúrulega ekkert eða þá bara að aka og það tekur 7-8 tíma til dæmis til höfuðborgarinnar. Þannig að það er ekki valkostur sko, fyrir fólk 8 tíma. Er fólk sammála innan Sjálfstæðisflokksins um þetta mál? Nei, sko, þegar við segjum niðurgreiða innanlandsflug þá getum við svo sem nálgast það með margt ólíkum hætti. Þetta er eitt af þeim svörum sem það þarf að útskýra. Sko, eins og Arnbjörg segir, við búum bara í landi sem er dreift og við höfum þjappað mikið á okkar starfsemi saman á Suðvesturhorninu og ég tek þá dæmi eins og frá Ísafirði frá Vestfjörðum og fleiri eins og austan og hérna norðan er bara að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Við getum alveg kallað það niðurgreiðslu innanlandsflugi að fara núna að jafna meira þennan aðstöðum þegar fólk þarf að sækja sér lækninga og meðferð langan veg og þá þurfum að stíga sterkar inn í það. Þannig að það eru fjölmörgum þáttum í samfélaginu sem við erum að gera þetta og við þurfum að taka þetta svolítið betur saman og gera þetta markvissara. Kemur semst ekki til greina þá að ríkið stígi nú niðurgreiði innanlandsflug fyrir bara hinn almenna
ferðamann sem vill frá komast hérna á milli? Já, jafnvel fyrirtæki sem Nei, ég er ekki að meina það, ég bara tek alveg undir sem Arnbjörg segir, við þurfum að fella þetta með einhverjum hætti að almenningssamgöngukerfinu, það er það sem við erum að segja. En kvótakerfið, og aðeins að dýfa stóru tóni í það hyldýpi, hvað þið töluðu að þið myndu ekki vilja breyta kvótakerfinu í grundvallaratriðum, en það er náttúrulega afgerandi spurning, er eitthvað sem þið viljið sérstaklega breyta? Hvað séu þið uppbóðsleiðin, hún er ekki, hugnast ykkur ekki eða hvað? Nei, það held ég að við getum bara sagt strax nei. Það skiptir náttúrulega svo verulega miklu máli að sjávarútvegurinn sem er ein af okkar grundvallaratvinnugreinum, ekki síst á landsbyggðinni, en líka skiptir þjóðarbúið svo gífurlega miklu máli að ef að við ætlum okkur að fara að rugga bátnum, ef við getum sagt þess svo, ef við ætlum að fara að taka undirstöðurnar undir þeim fyrirtækjum sem að nú þegar eru starfandi í vonum einhvern óvissan ávinning. Að mínu mati er það bara alveg fatal vitleysa, ef ég má segja sem svo, að ætla sér að gera það. En sjáu þið einhverja breytingar? Já, sko, þetta er svona bara kerfi sem þarf alltaf að vera að breyta og aðlaga, en við bara bæta við það sem Arnbjörg segir að það er búið að reyna þetta í nokkuð mörgum löndum, þessa uppboðsleið, og hún þýðir einfallega þessa neikvæða þætti eins og minna starfsöryggi sjómanna. Það er lítið hugsað starfsöryggi sjómanna, finnst mér í allri þessu umræðu. Það þýðir meiri skuldsetningar, það þýðir óhagkvæmari rekstur fyrir smá stundar hagnað. Ég ætla ekki að þræta fyrir það að geti orðið tímabil þar sem við getum tekið óbáslega mikla pening út úr sjávarregnum, en það gerum við bara einu sinni og við verðum að horfa þetta til miklu lengri tíma, við höfum ekki skaða undirstöður. Nú talið starfsöryggi. Og maður aðeins bæta við, sko, það verður líka að hugsa sko, þetta verður hverjir geta boðið. Það eru stóru og sterk útgerðirnar sem þýðir það bara meiri samþjöppun í sjávarútvegi sem á hinn og enginn eru einmitt að gagnrýna, sko. Þetta er eitthvað fínn punktur, við talið starfsöryggi, stöðuleika og þessar stóru aðilega í sjávarútveginum. Í núverandi kerfi er það einmitt þannig að það eru stórir aðilega og aflaheimildirnar eru að samþjappast alltaf. Og mörg byggðarlög sem hafa einmitt bara farið hér bil í eyði vegna þess að kvótinn hefur verið keyptur eða seldur. Er þetta ekki bara einmitt galli á núverandi kerfi sem þið eruð að lýsa? Það er líka mörg byggðarlög sem hafa elst vegna þess að kvóti var keyptur. Og ég kem úr kjördæmið þar sem eru ennþá til, ef ég má orða með þeim að þetta, því að menn halda að við höfum gengið hérna með eitthvað sko bara sínubrunn og ekkert standi eftir. Litlar og meðalstórar útgerðir, bólfiskútgerðir, sem eru burðarásir í sínum samfélögum. Við getum þá miklu frekar hugað að kerfinu eins og þau núna hvernig við tryggjum byggðafestu kerfisins. Það er verkefni, ég tek alveg undir það. En rétt eins og Arnbjörg er að segja, ég tek alveg undir með henni með þessu útboðsleið og reynslana hefni í þeim löndum þar sem hún hefur verið reynd er einfaldlega þessi, þá hverfa þessar litlu og meðalstóru útgerðir. Það viljum við ekki og það er ekki landsbyggðar og einstefna. Ég langar að ná einni aðeins öðruvísi spurningu í lokin. Ég myndi ykkur að þið séu í atvinnuviðtali. Nú er margir sem tala að þið kjósi fólkið á listanum frekar en endilega kannski listan sem slíkan. Ef við geta sagt okkur í örfáum orðum af hverju fólk ætti að kjósa ykkur persónulega, Arnbjörg? Já, ég hef náttúrulega mikla reynslu af störfum á Alþingi. Ég satt þar í 14 ár og þannig að ég er mjög sjóuð í því, þessu stjórnmála umhverfi. Nú, ég þekki mjög vel hagsmuni landsbyggðarinnar. Ég hef starfað hér það lengi og ég hef starfað í sveitarstjórnarmálum, þannig að ég held að ég sé góður kostur fyrir þá sem að hugsa byggðamál og hagsmuni landsbyggðarinnar sem slíkrar. Ég myndi alveg kjósa Arnbjörg út á þetta, sko. Ef ég eftir kosningar í þessu. Já, sömuleiðis þá hef ég metnað fyrir það að vinna fyrir fólki sem býr í dreifðbyggðum norðvestu kjördæmis. Og ég hef bakgrunn úr sveitinni, úr landbúnaðinum. Ég hef ágæta þekkingu á málefnum landsbyggðanna og þeim verkefnum sem þar eru. Ég ætla ekki að segja vandamálum því að þar hefum við verkefni og það er nú kannski hægt að segja að fátt á sig meiri sóknarmöguleika á Íslandi heldur en að dreifðu byggðir Íslands og ég vil vinna því. Þess vegna sækist ég eftir góðri kosningum í kosningunum í haust.
Frábært. Kærar þakkir fyrir komuna, bæði tvö. Takk fyrir komuna. Fyrir okkur. Og við ætlum að halda áfram bara eftir augnablik og fá næsta flokk. Spennandi.